Opna fundi ráða og nefndar Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata, og til máls tekur borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Ágæti forseti og borgarfulltrúar, eins og yfirskrift þessa liðar ber með sér, þá er ég hér til að ræða opna fundi ráða og nefnda. Nú er það þannig að samkvæmt samþykktum allra fastanefnda eða ráða í borginni þá ber þeim að halda opinn fund að minnsta kosti einu sinni á ári. Og í þeirri viðleitni þá hefur stjórnkerfis- og lýðræðisráð nú þegar haldið einn fund sem var einmitt í gærkvöldi, var haldinn í Kjarvalsstöðum og þema hans var hverfamál. Við fengum hverfisstjórann í Breiðholti, hann Óskar Dýrmund, til að hafa framsögu það verkefni og sína á þjónustu í hverfum. Og svo var líka Hilmar Sigurðsson sem situr í ráðinu sem hefur lengi verið áhugamaður hverfamál sem flutti framsögu, og eftir það buðum við upp á umræður sem voru líflegar og ganglegar. Ég held að þetta verði mjög gott innlegg í okkar stefnumótun í hverfamálum sem er mjög stórt verkefni að ná utan um. Þessu var varpað á netinu. Það nafni minn, Halldór heitir hann, Martinsson minnir mig, sem með síðu sem heitir Netsamfélag og mjög duglegur í að taka upp fundi hér og þar borg. Og það var hægt að horfa þetta í beinni og nú líka hægt að horfa þetta á vefnum eftir á. En þetta leiðir náttúrulega til þess líka að maður lærir ýmislegt. Við vorum pínu sein með að skipuleggja kynningu á þessum fundi sem var meðal annars til þess að ég fékk ábendingu það í dag frá mannesku í íbúasamtökum sem sagði að þau hefðu ekki fengið sérstakt búið þetta, sem hefði náttúrulega verið mjög ákjósanlegt að íbúasamtökin hefðu verið búið sérstaklega velkomin. Þannig að það ýmsir fletir á því að hvernig skal halda þessa fundi og hvernig skal tryggja það að réttir aðilar viti af þeim og hvernig upplýsingaflæðið þarna á milli. Gagnsæið náttúrulega að vinna. Þetta krefst ákveðinnar yfirlegu og atorkusemi. En við í ráðinu ætlum að halda fleiri fundi og sem verða bara tilkynntir með góðum fyrirvara, svona þemafundi. Þetta gafst mjög vel í gær. Og svo það hverfisráð miðborgarinnar sem samþykkti á fundi sínum 2. október að halda reglulega fundaseríu, einn fund í mánuði núna næstunni. Fyrsti var á laugardaginn og þar taka við fyrir sérstaka borgarhluta, hverfishluta í sínu hverfi til þess að finna púlsinn þar. Og auk þess ætla þau að halda á 5 mánaða fresti svona opna þemafundi, þannig að það ýmislegt að gerast í þessu og auðvitað mótar hvert ráð fyrir sig sína stefnu í þessu, en þessi 2 ráð hafa verið leiðandi í þessum efnum og auðvitað að gera að þetta vinni allt vel saman og við lærum hvert að öðru. Það nú kannski ekki endilega markmiðið að allt verði alltaf opið, af því að það ákveðin rök fyrir því að sumir fundir þurfi svona að vera lokaðir í ró og næði og það sem hefur kannski verið að ræða viðkvæm og persónuleg málefni sem auðveldara að ræða svona sín á milli. En svo náttúrulega aðalmálið að formlegu afurðirnar af fundunum sem eru fundagerðir og fundargögn séu gerðar aðgengilegar, og það náttúrulega verið að vinna ennþá að því að opna á fundargögnin þannig að almenningur geti séð þau, sem auðvitað mjög brýnt mál. En já, ég ætlaði bara fyrst og fremst að gefa pínu stöðuskýrslu með þetta og minna á þessa opna fundi, bæði að þetta ákveðin skylda hjá ráðunum og að þetta sé ákveðin stefna sem við höfum markað okkur. Og svo ef aðrir geta lagt orðið í belg varðandi það, þá það auðvitað velkomið. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Þá vendum við okkur í 5. lið á dagskrá sem